Fallega fólk, rokk og kjólar. Það næstu dagskránni. Og til mín í sófann eru komin þau Katrín Káradóttir og Rögnvaldur Bragi. Þið bara giska á hvort við komum til að tala hvort. Verið hjartanlega velkomin. Takk hérlega. Ég ætla að gefa mér að þetta ekki, bara vegna þess að ég veit hluti, það veit ég, Katrín, að þú ert komin til að tala kjóla. Og ætla að fara á tónleikana. Og ætlar að fara á tónleikana? Já, akkurat. Og það verður Rögnvaldur í... Ég ætla að kaupa kjól. Ekki spurning. Þannig að þetta blandast allt svo mjög fallega. Algjörlega, mjög fallega. En þið eru búin að vera að safna kjólum. Já, þetta er að verða árlegt. Já. Og þetta eru við vinkonurnar, ég og Inga Lilja Ólafsdóttir. Fyrirtækjun okkar Akureyri Backpackers og Kista í Hofi. Við söfnum kjólum. Við förum í samstarfi Rauða krossinn, fáum að fara þar í kassana og bakfið og velja kjóla. Síðan hendum við öllu upp á laugardaginn milli 2 og 7 og þá er þetta koma að kaupa kjóla á alls konar verðum frá 1000 krónum og við ætlum að reyna líka aðeins að setja verðið upp til þess að geta safna meiru ef við finnum við erum að finna alls konar flíkur og þetta fyrir allt í styrktar Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis. Og náttúrulega samstarfi Rauða krossinn, þannig að það sem ekki selst fer svo bara aftur í Rauða krossinn og nýtist þar. Þannig þetta er win-win-win. Þetta er win-win-win, svo kallað. Það er dásamlegt, en ég meina ekki er þið nú bara að mæta heim til fólks og róta í fattaskáp. Hvað kemur fólk með þetta? Jú, bara... Já, ok. Já, bara bang, bang, bang. Það má hringja í mig og ég kem og En það er rosa gaman og fallegt, þegar núna erum við líka að endurnýta auglýsingarnar sem hún var með í fyrra, sem hún Begga gerði fyrir okkur. Það verður endurnýta þær og það er strax byrjar konur kveikja á perunni og er að koma bara í kistu núna með kjóla sem hafa dagað gjarnan uppi eða eitthvað svona kjóla sem þykir pínu væntum og langar. Það var ein í gær sem kom, ég veit, ég er ekki að fara í þetta, en mér þykir rosalega væntum þetta og mér langar bara að gefa þér þetta til þess að selja. Mér finnst þetta bara dásamlegt og vonandi fáið bara eitthvað pening fyrir þetta og það eru dekur í dag nú og bara fólk að dekra við sig eða spúsu eða hvað sem helst. Og þetta er svona okkar innlegg inn í dekurdaga svo í klárinu og komi Rögnvaldi að Ég ætla aldrei að þegna. Þetta er okkar innlegg inn í, við látum það er Ingu og Vilborg fá þetta inn í söfnuna þeirra. Þannig að þetta er okkar innlegg inn í miðbæinn og dekurdagana sem mér finnst að vera miðbæjar hátíð líka. Svona þessi hápunktur. Og þá förum við bara örlítið neðar úr Hofi og þarna niður yfir. Já, niður á verkstæði. Niður á verkstæði. En það er viku seinna eða ekki samt? Jú, þetta er á morgun, laugardaginn. Já, þetta er á morgun, laugardaginn. Þetta er eftir á móti eftir viku. Já, föstudag og laugardag. Eyrarokk. Já, stórhátíð. Það er stórhátíð, þetta er nú bara bönd sem við höfum ekki barið augum lengi. Nei, við erum svolítið að leika okkur með nostalgíuna og reyna að fá hljónstir sem svona er ekki mikið að tróða upp. Hver setti startkapla á brjóstið og tappa tíkara? Þeir eru nú búin að vera starfandi undanfarin ár og gefa út 2 plötur, já. Jesús minn, en það hefur ekki farið farið mikið fyrir þeim. Nei. Sem er synd því, þetta er alveg hörku flott band. Og það er Tappi og það er Kolrasa. Já, Langisel og Skuggarnir. Mosi Frendi. Já. Brimbrot og Skepna á föstudagskvöldinu. Ok. Bíddu, eru allar þessar... Það eru 6 hljónstir á hvoru kvöldi. Wow. Þetta er rosalegt line-up á einu kvöldi. Já, þetta er langt. Þetta eru svona 4 tímarúmir. Já, ok, akkurat. Þannig að það er hins gott að... Þannig að maður kaupir miða á hátíðin og getur verið gert þetta eins og maður. Já, við reynum að hafa eitthvað að bíta og brenna þarna, þannig að fólk verður nú ekki hungumorð á tónleikunum. Nei, og kannski eitthvað að súpa líka. Já, verður jafnvel eitthvað á barnum. Jafnvel eitthvað á barnum. En hvað er svo á laugardagskvöldinu? Svo á laugardagskvöldinu þá er Power Paladin, sem er kannski ekki margir allavega á Akureyri þekkja. Þetta er svona þungarokkshljómsveit sem er að gera gott út í hinum stóra heimi, aðalega. Það eru Helgi og hljóðfærleikarnir, við þekkjum þá nú. Við þekkjum þá mjög vel hljóðslóðir. Svo er þetta Ekkert, Norður, Tuð og hljómsveit sem heitir Viki. Já.
Þau eru líka svolítið stór, sko. Já, ok. En þetta eru hljómsveitir sem hafa ekki mikið verið að sniglast hérna fyrir norðan. Nei, akkurat. Þannig að við förum ef við viljum kunnulega andlit þá förum við á föstudagskvöldinu og svo ef við viljum upplifa eitthvað nýtt. Já, en það eru samt alveg kunnulega andlit líka á laugardaginn, sko. Já. En hérna, þetta er eitt af markmiðum hátíðarinnar einmitt að bjóða upp á eitthvað sem er ekki upp á græna hatti og svona eitthvað nýtt. Akkurat. Og öðru sí. Og hljómsveitir sem að vera kannski erfitt fyrir að koma einar og sér norður til að halda tónleika. En hvernig að halda utan svona leið? Þetta eru, þú veist, 12 bönd allavega hana. Þetta er bara tómt vesinn. Er það ekki? Jú. Hvernig nennir þessu? Þetta er bara áhugamál. Og við erum að gera þetta bara fyrir ekki neitt, félagarnir. Það er bara guðs í lofins. Þetta náttúrulega er sena sem er nú ekkert, þú veist, er ekkert alltaf í deglinu, sko. Nei, og þetta er líka pínærið, við erum að redda gistingu og svo ákveð þess að vera alla helgina en þessi ætlar að vera bara föstudagskvöldi og þá þurfum við að svissa á herbyggjum og þannig að þetta er heilmikið púsl. Já, en þetta er samt ekki fólk sem er að heimta eingöngu blátt M&M og... Nei. Já, eins og sumir. Já, ég vona að við endum ekki þar. Nei, það er ólíklegt. Nei, þessar hljómsveitir eru nú bara ánægðar að fá bensínpening, sko. En hvenær byrjaði þetta? Hvað er þetta búið að vera? Þetta er bara önnur hátíð, sko. Já, nákvæmlega, þetta var bara fyrsti fyrir. Þannig að þið eru bara rétt að slíta barskóð. Við erum bara blautir á bak við eyrun þá, sko. Þetta er bara komið til að vera. Já, við vonum það. Rétt eins og hérna kjólastemningin hjá ykkur, sko. Akkurat. En hérna, ætlar þú að skella þér? Ég ætla að skella mér. Þú ætlar að skella þér? Ég sá að hérna líka, Langisel og Skuggarnir. Það er eina hljómsveit sem var líka í fyrra. Já, ok. Dr. Gunni átti að vera líka, þeir voru í fyrra líka. Dr. Gunni var í fyrra, maður minn fór með vinnu sinn, ég var ekki heima. Nei. Dr. Gunni í hvítu buxunum. Já, en Dr. Gunni hringdi í mig með tárn í augunum og fattaði að þeir eru að afbúða sig þegar þeir ætla að halda tónleika með Prins Pólo. Þeir voru að gefa út plötu Svarthvítu draumur og Prins Pólo. Já, einmitt. Og eina kvöldi sem hendaði þeim var akkurat laugardagskvöldi sem að Dr. Gunni átti að spila. Já. En það fór nú eins og það fór, því miður. Blessuð sé minning prinsins. Akkurat. Lífið er sem lífið er. Já. Lífið er sem lífið er. En ég veit hins vegar var ekki fyrra sem að Birna græddi kjól? Jú, Birna fann bara fram á gangi löngu eftir þetta var búið. Birna, sem sagt, kona mín. Þannig að við útskýrum það kannski eitthvað. Svolítið innan félagsina. Já, það var löngu eftir þetta var búið, sko. En ég vissum hún verður við opnununa næst, sko, með við kjólinn sem hún náði sér í þarna í fyrra. Ég hélt svona einnig slá aðeins lengur, svona til þess að reyna að safna aðeins fleiri krónum, hann gæti við þyrftum að afhenda peninginn. En má ég aðeins nefna hérna, að því ég bjarga mér, sko, að því að ég kom í bláu. En þetta er samt þetta er sem sagt endurunnið. Þetta er endurunnið. Þetta er búið til. Það eru örugglega hagkaupsloppur hérna og ermarnar hér. Já. Og til að bjarga mér, þá kom ég með þetta var að koma úr prentvélinni. Þetta er sem sagt Bleik ský, ljósmyndir eftir Ólöfu Jakobínu Ernudóttur sem reyndar er mjög góð vinkona mín. En þetta er fyrir Krabbameinsfélagið, gefið út til styrkta Krabbameinsfélaginu og það renna 1000 krónur á hverju svona eintaki til félagsins. Og þetta er sem sagt dagatal fyrir 2023. Já. Er þetta ekki bara... Þetta er mjög fallegt, sko. Þetta er ekki bara flott. Og þetta er svona neonbleikt líka á kafla og þetta eru ljósmyndir eftir hana. Og hérna... Maður sér á þetta að þú sé rafmagnslaust. Maður sér á þetta og þetta sér rafmagnslaust. Maður getur notað þetta sem lesa. Heyrðu þetta og hvað þetta er góður, hérna þetta selst, núna ríkur þetta út. Algjörlega. Hafið heyrt dagatali sem maður sér á, þó að sé rafmagnslaust. Er rauðviðrun? Skiptir engu máli? Og dagatalið? Þú veist hvað dagur er. Með dagatali frá okkur. Ég þurfti eins og svona flík með auka ermum. Ég fæ aldrei neina flíkor á mig sem passa alla leið. Ég geti að tekið auka ermarnar og bætti svona framan. Auka ermarnar? Mér datt líka í hug að gera peysu með sko fótboltasokkum þar sem að hælarnir eru hér. Það væri alltaf flott eða ekki? Já. Já, svona á slitfleti eins og var gert á peysur í gamla daga. Ekki eitthvað? Ég man eftir svona einhver leðubótum hérna á bæði hnjám og olbúum. Já, leðubótum eru bara cool, sko. Hið klassíska háskólaprófessor lúk. Akkurat. En talandi svona að láta gott að sér leiða og reyna að vera líka umhverfisvæn í leiðinni að við þurfum að vanda okkur hvað við þurfum að glæða okkur. Já. En við erum bara að reyna að vanda okkur hvernig við gerum það og reyna
að gera vel og jafnvel endurnýta. Já, nákvæmlega, já, bara Sauma endilega eitthvað endurnýta. nýtt upp úr Ég fer langmest í Rauða krossinn bara og Já, nákvæmlega, en við Hertex og fundum Rauða svo krossinn. fínt. Hertex. Já, Þetta eru skemmtilegt við. já. Og þetta líka smittar út frá sig. Strákarnir mínir, þeir fara í Hertex líka að finna sér föt og Dásanlegt. Ég segi bara gangi ykkur gríðarlega vel og vonandi flykkist fólk í karnevalstemningu í Hof og þangað fer fólk og kaupir sér outfit til þess að kjóla og tilbehör til þess að fara á tónleika á Eyrarrokki. Mér líst vel á það. Ég segi bara góða skemmtun. Ég er búin að fatta að þetta er bara samstarf. Já, Við erum í samstarfi. Þetta er það. Við styðjum öll hvert annað. Algjörlega. Glæðislegt. Góða helgi. Já, Sömuleiðis. takk sömuleiðis. Aldrei nú. Og við höldum áfram til smá.